Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir grunnatriðin í sýru-basa-títrun. En títrun er aðferð sem er notuð til að ákvarða magn jóna og efnasambanda í þekktum lausnum. Það er að segja lausn þar sem ég þekki efnasamböndin en mér vantar styrk efnanna. Almennt í títrun er lausn með þekktan styrk látin drjúpa út í aðra lausn af óþekktum styrk. Í sýru-basa-títrunum er þá önnur lausnin sýra en hin lausnin er þá basi. Almennt séð er efnahvarf sem gerist í sýru-basa-títrun þetta hér, það er að segja að sýra hvarfast við basa og við það myndast salt og vatn. Dæmi um það væri til dæmis títrun á saltsýru með vítisóda, en það var saltsýran og vítisódin sem hvarfast saman og við það myndast natríumklóríð sem matasalt og vatn. En það sem gerist hér er í raun og veru bara það að H+ jónin af saltsýrunni binst við OH- jónina frá vítisódanum og myndar vatnið, en natríumjónin og klórjónin halda áfram að vera uppleyst í vatninu. En þetta hér þýðir það að fyrir þetta hérna tiltekna efnahvarf að 1 mól af sýru hlutleysir þá 1 mól af basa. Þegar við undirbúum títrun þá er eitt og annað sem við þurfum að huga að. Í fyrsta lagi þarf ég að hafa búrettu sem ég get fest á einhvern traustan stand eins og til dæmis þennan sem sýndur á myndinni hér. Ég þarf að ákveða það hvort að ég nota sýruna eða basan til að títra og almenna reglan er sú að efnasambandi með þekkta styrkinum fer hér í búrettuna og efnasambandi sem er óþekktan styrk fer í bikaglas hér undir. Ég þarf að gæta þess að þegar ég helli efninu hér ofan í að þá taki ég búrettuna af standinum og haldi henni fyrir neðan andlitið mitt. Það er til að tryggja það að ég helli ekki sýru eða basa yfir andlitið á mér þegar ég er að undirbúa títrunina. Það næsta sem ég þarf að huga að er að passa að skilja ekki eftir loft hér í þessum hérna stút. Og til að gera það þá bæti ég efni hér aðeins upp fyrir núllið sem er hér, opna svo kranan snöggt og loka aftur og þá ætti loftið sem er í þessu hérna rými að hafa tæmst út. Eftir það stilli ég síðan að magnið á lausninni minni við núllpunktinn hérna og ég þarf að gæta þess að gera það þannig að botninn á skálinni sem myndast ofan í búrettunni nemi við núllið. En maður er alltaf að miða við botninn á þessari hér skál þegar maður er að taka mælingar með búrettu. Til viðbóta við þetta þá þurfum við alltaf að muna eftir því að setja litvísinn ofan í bikaglasið sem við erum að nota. En litvísir er efnasamband sem breytir lit við ákveðið pH-gildi eða við ákveðna aðstæður sem myndast í bikaglasinu. Þegar allt er tilbúið þá get ég byrjað að drjúpa lausninni sem er í búrettunni ofan í lausnina sem ég hef ákveðið að hafa í bikaglasinu. En það er best gert eins og er sýnt hér. Í byrjun getum við látið lausnina úr búrettunni renna tiltölulega hratt ofan í bikaglasið og fylgst með því hvort að einhver litbreyting er að byrja á þeim stað. Þegar við byrjum að sjá litin koma, getum við síðan fara að hægja á strauminum úr búrettunni með því að skrúfa örlítið fyrir kranan og svo reynum við að hitta á þann punkt þar sem að lausnin fer frá því að vera tær yfir í það að vera bleik á einum dropa. Við lesum síðan af búrettunni rúmmálið af lausninni sem ég þurfti til þess að litbreytingin ætti sér stað. Eftir títrunina get ég síðan notað mér þessar hér jöfnur til að finna út styrkinn af þeirri lausn sem ég var að leita að. En segjum sem svo að ég hafi verið að títra óþekkta lausn af sýru með basískri lausn af þekktum styrk. Þá gildir það að þegar litbreytingin átti sér stað þá var mólmagn sýrunar í bikaglasinu orðið það sama og mólmagn basans sem ég setti ofan í bikaglasið. Það þýðir þá aftur að styrkur sýrunar sinnum rúmmól sýrunar er það sama og styrkur basans sinnum rúmmól basans við þær aðstæður og ég get þá snúið þessar jöfnu til að finna styrk sýrunar en hann er þá styrkur basans sinnum rúmmól basans sem ég notaði deilt með rúmmál sýrunar sem hann var í bikaglasinu. Ef ég hef hins vegar súra lausn með þekktan styrk og þarf að finna styrkinn á basískri lausn þá sný ég jöfnunni einfaldlega á þennan máta hér. En þá erum við núna búin að fara yfir helstu atriðin sem snýr að títrun með sýru og basa.